kvöldið áhorfendur, Bridge elskendur allt land. Velkomin í úrvalsdeildina í Bridge. Í kvöld ætlum við að spila aðra umferð. Magnús Magnússon heiti ég, Magnús Eður Magnússon. Og við ætlum að vera hérna og lýsa þessari annari umferð, allavega einum leik. Og ég fekk gest með mér í kvöld og það var nú ekkert smáræðis gestur, heldur bara landslýs einvaldur Íslands í Bridge, Jón Hersir Eliasson, velkomin. Takk fyrir. Gaman að fá þig hérna, við erum hérna tveir Svíjar hérna, báðir bjuggum lengi í Svíþjóð og þú eiginlega ennþá. Einmitt. En þú ert nú aðeins að koma á Klakan og, Já. og Viskan. Einmitt, nú er það 50-50, þannig að Já, nú er 50-50. ég er heilmikið á Íslandi þessa dagana. Já. Hérna, hvernig líst þér á þetta? Við erum að fara að fá hérna hörkuleik í kvöld. Sölufélag garðyrkjumanna á móti Team Akureyri. Ég held að þetta veri hörkuleikur. Þetta eru svona giant killers hérna sölufélag garðyrkjumanna. Þeir eru unnu Info Capital, bestu sveit landsins í síðustu umferð. Einmitt, það kom svona frekar óvart. Það var svakalegt, það er gaman að sína þann leik. Einmitt. En þeir ákveðnu bara að spila í heimahúsi sem við leyfum alveg. Það svona er. Það sem er búið að gerast í fyrstu umferð er það að við vorum með 16 sveitir og það gerðist það að verkum að það verið 8 leikir. Og ég ætla aðeins að tilkynna hérna hvernig það fór. Grant Thornton sem er nú mín sveit, hún lenti á móti Færeyingum og við rétt mörðum þá. Síðan var það sölufélagi sem vann Info og Gulli Sævars, hann er hérna úr hérna Suðurnesjunum, hérna Keflavík eða Grindavík eða eitthvað, þeir tóku kvennalandsliðið og þín sveit, þú ert í sveit Tíminn á vatnið. Einmitt. Þið mættu nú gömlum refum, Snorri Karlsson. Já, hörkulið, en við náðum að vinna á. Þið tókuð þá, þannig að þú ert komin á svona, þið eru svona í það sem við köllum svona sigur leiðin. Og sveitin sem við erum að fá núna,
Akureyrarsveitin, hún vann hérna Borgfirðinga, Vestanstormur og svo var náttúrulega okkar leikur sem var sýndur síðustu viku, doktorinn og fiskmarkaðu Djúpavogs, doktorinn vann það, Gabriel vann Selfoss og Máling vann senior landslið Íslands í bridge. Við erum með þess að, eins og þú veist, út norðin landsliðs einvaldu, við erum með kvennaflokk, konuflokk, opinflokk og svo eldri flokk. Og hvernig líst þér nú svona á það að vera orðin landsliðs einvaldur? Bara mjög vel, þetta er mjög skemmtilegt og spennandi verkefni. Ég er rosalega erfiðir einstaklingar í þessum hóp. Ég hef nú ekki rekist á það ennþá, sko. En það er allavega núna komið fyrsta skrefið. Ég er búin að velja liðið, gerði það núna fyrir nokkrum viku síðan. Já. Þannig að liðið er komið sem á að spila í sumar. Þetta byrjar 27. júní og er í cirka 2 vikur í Riga í Lettlandi. Já, það er yndislegt að koma þangað. Ég kom með nokkru sinnum þangað. Það er æðislegt. Það verður gaman. Sérstaklega út að borða, sko. Svakalega góði veitingastæðir. Þannig að það verður mjög gaman, sko. Og já, það er bara vonandi að gangi vel. Þetta er ekki bara bjartsýn. Ég er bara bjartsýn og við erum alltaf bjartsýnir. Þannig til annað kemur í ljós. Það er svona hefur einkennt okkur að við erum bjartsýn og það er góður eiginleiki. Já. Nú ertu komin hingað og ert að spila eitthvað svona hérna á ráði á Íslandi. Ertu að spila líka í Svíþjóð eða hvernig ertu með þetta? Já, í Svíþjóð spila ég mikið. Ég spila, má segja, alla sveitakeppnir sem er í gangi þar á veturna, sko. Já. Það er Allsvenskan og Svenska kúpin og Skåneserien og alls konar. Allsvenskan er sem sænska deildarkeppni sem að við spilum hérna okkar íslensku á haustin. Einmitt. Það er svona fyrsta mótið okkur á hverju ári, sko. Þannig að það er svona, ef maður segir að bridge-tíminn byrjar svona í september og þá má segja að þetta sé að fyrsta mót okkar. Er það eins í Svíþjóð? Það svipaði Svíþjóð. Það er alltaf spilað, sko, 2 efstu deildirnar spila alltaf í Örebro og það eru 3 dagar í september og 3 dagar í október, föstudag til sunnudags, 2 helgar. Ég kannast við þetta. Þú að vera þarna? Já, það er gaman að þessu. Það er mjög gaman að spila í Svíþjóð. Og svo hefur við verið að spila núna í vetur með Tíminn og vatnið. Já. Spila Vilhín Garðarsson. Það er nýja stjörnupar okkur Íslendinga, Stefán og Ómar. Þeir eru ekkert í smáræðisformi. Við þurfum að fá þá hérna í útsýningu og maður bara missi ábyggla bara hérna andlit til að sjá snildi sem er í gangi þar. Einmitt. Það er að vera að spila mjög vel í vetur og hérna gaman að sjá það í sjónvarpinu einhvern föstudagskvöldi. Formatið er þannig að þetta er eins og bikarkeppni. En í bikarkeppni og tapa þá dettur út. En við höfum þetta aðeins svona meira fer. Þannig að ef við tapa í fyrstu umferð, þá fá við annan séns. En núna er önnur umferð, þannig að núna eiga 8 sveitir sem að töpu í fyrstu umferð, séns á að detta út. Þannig að það munir 4 detta út núna í þessari umferð, þannig að þá var ekki lengur 16 sveitir eftir í mótinu heldur 12. 12 eftir einmitt. Og svo í þriðju umferð detta aftur 4 út, þannig að þá er mótið bara konið 8 og svo bara koll á kolli, sko. Einmitt, þetta verður spennandi að fylgjast með þessu. Þannig að við fáum bara úrslita leik. Það verður gaman að sjá hvort að líka sko að, þú veist, þó að gangi illa í fyrstu umferð og tapir og ef þú ferð á eitthvað svona ágætt rönn og vinnur bara rest, þá náttúrulega vinnur á móti þegar þú mátti tapa einu sinni, sko. Einmitt. Þetta verður bara gaman. Þetta er rétt að byrja. En við erum að fá sveitir sem eru sem sagt í sigur unnu síðast, þannig að hvoru þessa sveita getur dottið út úr mótinu. En þetta viltu náttúrulega eiga þetta inni, sko, að geta tapað. Sko, það er svona venjan þegar við erum hérna í stúdíu að við giskum á leikinn og ég er með alveg svakalega lélegt rekord í því að giska en ég ætla að leyfa þér að byrja núna. Hvernig heldur þessi leikur fari? Eða þróast? Þetta verði bara mjög spennandi leikur. Ég ætla nú bara að tippa á að samt eftir jafnarleik þá vinna SFG með 5 umbum. Ok, sko, ég er eiginlega, sko, svo ég fá að fara aftur norður og ég er að norðan. Þá verði ég að taka norðamenn, sko. Já. Og ég ætla að segja það að þetta verði spennandi leikur og norðamenn vinna 28-22 með 6. Staðfest. Það er búin að negla niður. Já, ég er með 6 impa fyrir norðamenn. Og ég er með 5 impa. Fyrir sölufélag garðyrkjumanna. Það er mitt. Já, þetta getur farið hvernig sem er. Við vitum ekkert um það.
Sko, það sem framundan hjá okkur að eftir viku á Íslandsmót, ertu að fara að spila í því? Ekki ennþá allavega. Minn makkar á ferðalagi í útlöndum, þannig að Allir á tenni maður, ekki? já, ég veit ekki alveg hvert hann Já, að fara, þannig að sennilega. ég ekki búin að negla neitt niður fyrir næstu helgi. Já, alltaf eitthvað að leika sér þetta lið. En það Íslandsmót í tvímenning og þetta svona, það fyrsta svona stóra, sko. Það nú búið að vera hérna parakeppnir og það alltaf skemmtileg mót líka. Og við náttúrulega hvetjum alla, sko, að taka þátt og þó að menn séu bara einir, sko, þá alltaf hægt að aðstóða eitthvað að búa til markaskap ef mér langar bara að taka þátt. Svona, það ekkert mál að redda því. Mjög skemmtilegt mót. Já, það það. Það sko, sérstaklega, sko, hérna áður fyrir, sko, þá var þetta að spila, sko, svona undankeppni. Sko, það voru svo mörg pör. Mitt ég mann eftir því. Manstu eftir því? Já, Gerðubergi. Já, og svo voru úrslit einhvern tíma síðan. Þetta var, að þetta alltaf að kötta niður og... Einmitt. Þetta voru hvort það voru 28 pör eða eitthvað svona 24-32 og þetta var mjög stór undankeppni, sko. Allavega 100 pör sem voru spilum sæti í úrslitunum. Já, núna svo margt, sko. Það ekkert allir að spila bridge, en við erum að vona að sé nú aðeins að lífga við þessu. Og það verði góð þáttaka, við bara stefnum að því. Já, það fyrir ábyggilega að styttast í það að við fáum að fara að fá leikinn, ekki nefnir fólk að hlusta á okkur bara hérna í kvöld, sko. Það fer að vera komið gott. Já, þetta alltaf svona í útsýningu, maður veit ekki alveg hvað gerir, sko, en... Það hlýtur að fara dett inn. Undirbúningur landsliðs, hvernig hann? Já, það nú búið að velja liðið og það eru ýmsar æfingar. Það eru búin að vera í vetur kerfisbundnar æfingar. Þú ert með þjálfara. Já. Þjálfara liðið. Já. Hann heitir Sigurbjörn, eða ekki? Jó. Ég kannast við hann. Einmitt. Herðu, nú skulum við bara snúa okkur hérna í leikinn. Bara fyrsta spil. Hvað að gerast hér, Jón? 2 spaða doblaðir, 2 niður á hinu borðinu. Hérna verið að spila 4 tígla í suður. Fóru 2 niður, 2 spaðir doblaðir. Hinum megin. Og hér eru norður-suður að spila 4 tígla. Þetta voru nú eitthvað, við veitum ekki alveg hvernig spilið var frá grunni, því við fengum ekki alveg beint inn. Einmitt. En einhvern veginn vissi suður að makkar ætti slatta tígli. Þetta svona sagveina sem heitir fjöldjöfull. Þannig að þegar maður byrjar á 2 laugum, þá það svona alkrafa, maður á okkur gigatís góð spil. Eða veik spil með tígulit. Þannig að þess að þetta kallað fjöldjöfull, það getur verið svona ýmislegt, svo geta líka verið kannski veikt með lálitina og veikt með hálitin og ýmislegt svona. Þarna var það veik opnun í þetta skiptið. Mér sýnist hann að 8 bara tígul. Og þetta var bara passað út, já. 2 lög, 2 spaða pass, 3 grönt pass, 4 tíglar og allir pass. Þetta nú ansi furðulegt að þetta sé ekki doblað. Að þetta sé ekki doblað. Ég veit ekki, þetta venjulega, sko, þegar maður komin í 3 grönt og anstað, sko, þá maður nú oftast með einhverja 24-5 púnta eða eitthvað þessi gildi, sko, þannig að þegar anstað ætlar að fá 10 slagið, það nú oftast rétt að láta rauða miðan á það eða dobla það, sko, en það var ekki gert hér. Við erum svona aðeins að giska, sko, hvernig þetta fer, sko. Það virðist vera með hjartatapslag og löftapslag, eða ekki? Jú, búin að gefa 2 slag. Já, það að fara 1 niður. Þannig að hann nú ekkert að fara neitt rosalega illa út úr þessu. Og þá erum við að tala 50 kall að spila 4 tígla og fá 9 slagi, það 50 en það nú austur og vestur hinum með fengu 300. Þannig að, sko,
Akureyringarnir eru að fá hérna 5 impa. Þannig að eftir 1 spil þá má búast við því að norður suður hérna upp á töflunni verði komið í 5 og austur vestur 0. Þetta með vinningsstigin, þetta kannski geti, sko, akkur skrifum við ekki bara tölurnar, akkur eru að gera þetta svona. Þetta verður oft svo hávar tölur, sko, það er kannski betra að lækka þetta aðeins niður. Nú sjáum hvað er gert, hann er að vinna spilið. Hann er að fría spaðan. Já, náði hann að fría spaðan, já. Hann náði 10 slögum hann í lokin. Já. Þá var þetta bara 430, það var aldeilis byrjun. Já, þeir sem að ég spáði sigri. 10 impar. Já, nú þarf sölufélagi heldur betur að stoppa í gatið. Sko, austur byrjar hér. Er þetta opnun? Hvað finnst Svíjanum um það? Þessi hendi hér, 11 púntar, svona alveg á mörkunum, hann utan hættu. Hann lét vaða. Það má alveg opna þetta. Sko, Gunnlaugur Karlsson, hann er einn af þessum spilurum sem við segjum að er ekki hræddur við sagnboxið. Hann getur alveg tekið eitthvað úr því, sko. Einmitt. Og nú komu 2 grönd og þetta er svona, eins og við sjáum hérna í horninu, þá er þetta svona, þá er merkt við það, þá þýðir að sögnin er ekki eðlileg. Og þetta er nánast svona allstaðar í heiminum spilað sem 2 lægstu ómelduðu litir. Þannig að nú er hann að segja, herru, ég á ekki tígul, en ég á hjarta og lauf. Og allavega 2 5 liti. Þetta er nú svona að vafa samt hvort hann eigi styrki í það samt á þessum hættum. Á þessum hættum, því að sko ef þið finna að dobla 3 hjörtu þá getur það orðið ansi stór summa, sko. Já, sko 3 hjörtu doblu með bestu vörn. Þið finna dobli núna. Já, það er alveg, Hvað séu þið? Já, sko, það. Já, en það náttúrulega að koma besta útspili, sko, það náttúrulega, hann kemur ná væntanlega ekki, já, tígul drottning út. Já, það var bara 800 er ekki mínus. Já. 3, 4, 5, 6, 7 slæðir úti. Nei, hann tók út úr því. Sko, núna, með að vera ekki á hreinu hvað dobbmakkes þýddi, þá er hann að fara í einhverja 4 spaða eitthvað slatta niður. Og 3 hjörtu, sko, með tígul drottningu út, sko, er ekki hægt að taka það bara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slæðir í vörninni, þá fær sagnaði 5. Það er allavega 800 ef ekki meira. Það var bara 11, sko, þarna áttu við séns með tígul drottningu út að fá 1100 kall. Það getur verið stutt á milli, sko. Bara 1 pass og þá er komin 800 til 1100. En í staðan farið 4 spaða sem er Þú vilt nokkuð breyta spátunum frá í byrjun? Við skulum sjá hvað gerist. Það er hellingur að spila með. Þetta er rétt að byrja. En legan er líka sérstaklega óhagstað. Fyrir utan þetta er ekki gott fitt eins og maður segir. Nei, sko, þegar Suður er búin að sína 2 5 liti sem eru í hjarta og laufi og þú ert með þetta tromp, það er sennilega aldrei að fara að enda vel. Mitt. Ok. Það fann fyllt á slögum, en þeir eru ekki endilega á spaða. Sko, hann er með 4 tapslagi á tromp og 1 á lauf. Ég hugsa hann fari bara 2 niður. Fái 8 slagi. Það er svo sem ekki mikið að gera í þessu spili. Þú náttúrulega veist að þetta er að fara að liggja eitthvað hróðalega. Grepa á hjarta á, spila trompi og leiður með eiga á drottninguna kannski. Þú veist líka það því ekkert að fara að trompa ykkur lauf í borði, sko, þau eru bara yfir trompuð. Einmitt. Suður er búin að sína 5 lauf. Minnst, já. Já, þetta var ekki fallegu samningu, náttúrulega, sko, svo 3 grönd náttúrulega standa, sko.
Nú ert að spila upp á eitthvað voðalega svona draumalegu að suður í hjónin kóngdrottningu stakt í spaða sem við sjáum að ekki og kannski 10 kóngin stakkan líka, þá kannski læðist þetta einhvern veginn heim. Það var einhver smá möguleiki. Já, það einhver smá möguleiki. En það nú kannski reynir hann hjarta spaða ás, sjá hvernig það gerist. Þannig bara aðeins að taka spaða ásinn og hjarta kóngin. Já. Já, þetta er svo rosalega dýrt spil fyrir sölufélagi því að eins og við sjáum á hinu borðinu þá spilaði 3 grönd og fekk nú 9 slagi þar sem 400 en þeir áttu séns að fá 8 til 1100. Já. Þannig að þetta er munur upp á vel yfir 20 impa bara í eina spili. Ef þeir hitta á passið á 3 hjörtu dobli. Heldur betur, þannig að nú er 10 bara að fara að breytast í 21. Þetta er svakaleg byrjun hjá Akureyringunum. Já. Það var alltaf hægt að hafa það betra í 2 fyrstu spilunum. Þá fer spilið 2 niður. Það er 100 til norður-suður. Og 11 impar. Hefði ekki orðið 11 til 12 impar í hinn áttina. Já, þetta nú komum við að spila í 3. Þá hefur suður leik. Eitt hjarta, pass, 1 spaði. Hvað gerir austur núna? Það verður ekki bara að passa. Ekki segja 2 spaða. Já, það kemur til greina en það er nú ekki gæfilegt akkurat hérna. Ekki gott hér. Það makkar á þessi spil. Mér talsveit marga tapslagi, marga tapara, það er alltaf passi ekki bara. Já. Hvað nú er spurning hvað er að spila? Það er 2 lauf. Eru þeir með precision, laufkerfi? Þeir eru að spila standard. Þeir spila standard. Bæði pörun er að spila standard. Og nú sjáum við hvað 2 lauf þýða. Ég veit ekki alveg hvort þetta sé einhver hérna svona kerfisögn. Ef þetta er bara svona, ef 2 lauf er bara lauf, þá þarf hann að melda einu sinni enn. Hann getur hann sagt 3 lauf hér. Og svo við sjáum, þá er eitthvað vörð til í 3 gröndum. Ef að Frímann segir núna 3 grönd, er eitthvað að gera?
Liggur náttúrulega mjög vel, það eru 8 slagir. Laufi liggur í 5 slagi. Spaðinn er algjörlega stoppaður. Já. En Hjarta liggur 3-3. Og samt ekki ekkert að gera þetta allt saman, sko. Það verður ekki spilað 3 grönd, það er verið að passa út 3 lauf núna, en Ok. það er verið áhugavert að sjá 3 grönd í þessu, en Já, sko með spaða út, þá er náttúrulega 8 slaginn á drottningu og við horfum á öll spil, þá getum náttúrulega bara að spila tígulás og spila tígli á 9. En hvort að það sé einhver rétt spilamennska, sko. maður sér það oft með borði. Maður sér öll spilin. Sko, Kemur út hérna einn spili í spaða já, á konginn og nú eru 2 með eyðu í spaða, 2 spilar með eyðu í spaða. einmitt. Nú veit sem sagt Gunnlaugur að sagna á þessa skiptingu 1-5-2-5. Það er alveg, þannig að sko gæti, já, freista þess að spila tígli og svo seinna meir þá kannski getur hann trompað eitthvað með laufunum sínum. Já, og reynda að upphefja trompslag. Já. Já. Það markist til dæmis ætti eitthvað annað en 8 í laufi, til dæmis 10. Ok. Þú sagna að spila bara hjarta. Það spila ekki litlu hjarta núna, Já. til að reyna að trompa hjarta í blindum. Og nú spila hann að vantar einhverjum spaða. Nei. Okay. Nú liggur, já, En nú trampar hann með góðsvanum. þá er búið að upphefja trompslag. Og nú er Helgi komið öruggan trompslag. Já, vörnin þar 1 slag í viðbót, hún fær hann ekki. Og hjarta er frýtt líka, þannig að, Já, en hvernig kemst hann heim? hann kemst nefnilega ekki heim núna, sko. Spila tíguldrottningu. Og hvað svo? Trampa með 10 og spila hjarta 9. Já, það Þetta mátti hann ekki gera. hefði dugað sko hérna. Já, þarna hefði hann getað trampa með 10 eða ás og spila sig út á hjarta og átt þarna eitthvað gaffal með 7 í laufi. Það hefði verið mjög fallegt að sjá það. Já, við viljum nú ekki sjá hérna bara norðamenn sko rúlla öllum spilum upp. Það verður að koma smá hérna spenni í þetta. Og hann náttúrulega vissi ekki hvernig laufin liggja sko. Við sjáum það hérna sem sjáum öll spilin. Og hinu borðinu fekk hann 10 slag í laufum, það var nú heldur vel að sé vikið. Þannig að þeir eru komnir á blað. Byrja vestur og hann er með opnun. Þannig að það kemur væntanlega opnun á einum tígli. Já, Helga. Já. Eitt grand, þetta er svona bara punktasögn, neita fjóliti í hjarta og spaða og 6-10 punktar.
og norður ætti nú að balansera hér, eða ekki? Nei, Já, hann hefði getað melda til dæmis 2 tíkla sína hálítina. einmitt, gera eitthvað og veist að makkir á opnun Einmitt. og 5 punkt og þeir eru ekki að reyna við game. Þannig að makkir ætti að eiga sko, já, allavega svona 11-12 lágmark. Einmitt. Og eitthvað í öðrum hvorum hálítinu vantarlega því að þeir... Mjög líklega, sko. mjög líklega. Makkir doblaði við þessu ekki, þannig að sko að hann eigi 4 lit í öðrum og 2 lit í hinum er ekkert ólíklegt. Einmitt. Og því að makkir, þú sem þú veist á sennilega uppmyndur opnun eða opnun, hann gerir ekkert. En hann er á hættuna, hann hefur verið smeykur við það. Smeykur. Hugsaði kannski, þetta byrjaði vel, Einmitt. haldaði aðeins í, Ekki að taka áhættu ekki að taka áhættuna. á -500. Jæja. Góð byrjun fyrir vörnina með hjart út. Svo á hann 2 tíguslagi og spaðaslag. Þannig að fáið meira. Það virðist alltaf að vera á leiðinni niður. Já, þetta fer alltaf niður. Nú er bara spurning hvort hann sé að fara 2 eða 1. Sko. Ég held að þetta, mér sýnist að þetta vera bara 2 niður, eða ekki? Lítur út fyrir það. Þetta er svona eins og þetta er. Þetta er ekkert óeðlilega sagnir. En góð ákvörðun hjá Frímanni að melda ekkert. Það er mitt. Þeir eru ekkert betur en 200 í þessu spili. Nei. Þannig að þetta var bara mjög gott pass hjá honum. Þú þarfst að finna hjarta gósan til þess að vinna 2 hjörtu. Mitt. Já, ég veit ekki hvað sagna á að gera núna. Hann fær bara þessa 3 slagi, sko. Hann á ekkert meira. Hann er aldrei að fría laufi því að nú er 1 farin. Já, spila að spaða. Já, og sérðu hvað er að fara að gerast? Já. Norður á engin svona exit-spil. Hann á bara að spaða. Hann spila tíkli núna Já. og þá getur þú tekið spaða ás. Og já, þannig að þú ert að fara að fá hérna, þetta var gast þarna eins og spilið var, Þetta hitta betur á. en hann er að hugsa um einhvers konar endaspila mennsku. Ok, svo þetta enda 2 niður. Eins og, einmitt. Nú segja að það væri mjög góð niðurstaða fyrir Team Akureyri, ertu ekki sammála því? Já, mjög gott að vera með 200 Já. hér í Norður-Suð. Það er erfitt að sjá nokkuð betur en það. Nei, Eins og þú segir, 2 hjörtu þarf að þræða heim, sko. Eða enda í þeim samningi hinum það með. gæti verið sko 3 inn og 7 inn og Einmitt. svo gæti þetta fallið, við vitum það ekki. Kannski eru hinni með eitthvað kerfi sko sem geta spila 2 lög. Já, hér opnar austur, Gulli, opnar á einu hjarta. Þetta er önnur opnunin á 11. Já, Ég hugsa að mun ekki passa ofta 11 punkta í Nei. dag, hann Gulli. þetta er nú allt í lagi þessi Lauf. 11. Þetta er svona einhvers konar gerfisögn, ekkert með lauf að gera. Þetta er svona, þetta þýðir nú sennilega bara, hörru makkar, er að fara í game. Ég á punkt í game. Hann er með opn á móti, 13 punta. Þannig að hann stoppar aldrei undir geimi. Geiminu þarf að finna hjartadrottninguna. Já, maður myndi halda það, en sko prósentulega séð, þá er þetta ekki beint sko að finna hjartað. Þú átt að spila kong og gosa og láta hann fara. Einmitt. Og ef þetta skipti þá gengur það upp. Það er vegna þess að, auðvitað er það hittingur sko ef annar og 3 lit, en ef það liggur 4-1, þá þarf þetta að gera þetta svona. Þeir eru að fara í 3 grönd.
sem ekki eins góðu samningur eða kemur úr tígull. Þannig að það kemur út lítið tígull núna, þá var einhvern veginn hann átt í 8 slagi og hann fann útspilið, reynir finna útspilið, spila 4. hæsta tíglinu. Já. Þá var hann á 8 slögum, þá ætti þetta spil að fara 1 niður. Og ég búinn að vera svona aðeins under the weather, eins og ég segja, og við erum að spá í að gera hérna, við hefum aldrei gert þetta áður. Við ætlum að gera svona innáskiptingu. Ok. Bara svo að við þurfum ekki að hlusta á hóstan í okkur og svona. Og sá sem að koma og ætlar að vera með þér restina af leiknum, það skólastjóri Bridge-skólans. Þannig að hann ætti nú að vita eitthvað hvað hann er að fara að segja hérna. Frábært að fá hann hérna í stúdíóið. Þannig að ég þakka bara fyrir mig og vona þetta gangi allt vel. Sem sagt í þessu spili hefði 4 Hjörtu verið mjög góð samningu sem hefði öllu líkindum unnist, en Gulli og Helgi fóru í 3 grönd og Reynir hitt á besta útspilið sem að tryggir öllu líkindum samningin 1 niður. Já, það ekki, já, það ekki líka 1 niður. Þeir eiga bara 8 slagi og svo eru 4 á tígul og spaða ásinn, þannig að Já, það er bara þetta, nú erum bara að rúka upp með ás og kannski að stila sér slag þarna. Já, þetta var klókt. Já. Þetta var vel spilað. Hann er kannski að stela samninginu hér. Já, nú er það eftir að hitta í hjartað, sko. Gæti. Já, hann er að stila svo heim núna. Þarna kom krókur á móti bragði. Þetta var mjög áhugavert. Til að fella spilið þá þarf Frímann að fara upp strax með spaða ásinn og spila tígli. Þá er alltaf 5 slagir hjá vörninni. Ég held að það hefði verið svona líklegt bara að spila makkri upp á þetta áskong. Einmitt. Í tígli. Einmitt. Þannig að þetta spilfellur. Þetta var mjög vel spilað á Gulla að stela 9. slagnum. Já, það er svo ríkt í manni að dúkka með ásannaða fyrir framann. Látt í aðra hendi er alltaf sagt. Já, það er kent í Bridge-skólanum. Látt í þriðju. Látt í annari hendi, láta makkir þetta, en það er eins og annað í Bridge, það er ekki algilt. Þarna þurfti Frímann að rjúka upp með ásinn og taka 5 slagi í vörninni. Nei, þessu spili var akkurat hátt í aðra hendi. Já. Þetta var undantekningin frá reglunni. Þetta var undantekningin það sem við erum að kenna í Bridge-skólanum. En Frímann á nú að hugga sig við það, hann á að sjá það að standa 4 Hjörtu í spilinu, þannig að hann verður að treysta á að sveitafélagarnir á hinuborðinu jafni spilið sem þeir gerðu, við sjáum það þarna, á hinuborðinu spilu 4 Hjörtu í austur og það hefur staðið, þannig að það er engin sveifla núna. Það er 1 impill Akureyrar. Ég bæti einum impa við. Já. Það hefðu geta verið fleiri. Það getur verið mun fleiri. En staðan er 35 fyrir Akureyri. Nún erum við komnir í standi einhverjir spaðar. Já, það verður vantilega að opna, Helgi opnar síðan. Það opna ekki bara á Grandi. Já, einmitt. Þeirra stílna er opna á Laufi. Já, þá getur hann komið inn á tíglinum. Nú kemur hann inn á tígli og spaði. 2 tíglar. Já, þannig að þeir finna tígulsamningin, sko. Já, ef ég þekki var rétt í austu þá gefa þær það ekkert eftir, sko. Það finnst miklu skemmtilega að spila úr spilunum heldur en að verjast. Einmitt. En í rauninni hefur tígulsamningur í vinningi. Það eru fleiri slagir í tígli í norður-suður heldur en í spöðum austur-vestur, þannig að finnst þér náða að koma litnum að, það er líklegt að þeir hafi vinningin í lokin. Já, hvað gefa 1 á Lauf, 1 á tígul, 1 á Hjart og 1 á spað, það er vinna 3 tígla. Það reynir segi bara 2 tígla núna.
Já, það segir 1 grand. Já. Athyglisverður samningur sem að ætti að geta farið niður raunar ef að það verður lokað samningurinn. Nei, hann breytir í 2 tíkla. Fríman breytir í 2 tíkla. Það er samningur sem er mjög góður. Kemur 2 spaðar, þá hljóta nú að koma 3 tíkla frá suðri með 3 lítra stuðning. Nei. Nei. Gulli hann á að kaupa þetta í 2 spöðum hérna. Hérna kemur 3 tíklar á Helga sem er einhvers konar gott reis í spaða, reiknaði með. Já, þið eru glæmitt að hann eigi sé að sína hér spaða með góða hækkun og hann á auðvitað 17 háspilapunta stuttliti. Hvað gefa er þessu? Allra hitt í laufið. Já. Gefa 1 á lauf, 1 á tígul og 2 á hjarta. Það er ekki bara spurning hitt í laufið til að ná þessu heim. Jú. Spilið byggist á því. Jú. Og eftir grandsögnin ætti hann að finna það. Spila reyn. Já. Helgi er ekkert að gefa þetta eftir. Já. Hann er ekki að lífa Gulla fyrir að passa 3 Nei, mitt. Þetta er djarft. Já. Þegar maður passaður í byrju þá á nefnilegt ekki 5 eða 6 punkt eða meira. Nei, þetta annars eða melda 1 spaða. Soldil mikil kistla hjá Gulla. Nei, jú. Það var Helga að segja. Þannig að því að Gulli fekk tækifæri að segja 1 spaða þarna í fyrstu umferð eftir 1 tígul. Já. Þá á hann valla meir en 4 punta. Nei, 5 hann á ekkert mikið meira en þetta sko. Þannig að þetta er soldið. En Helgi er kannski að hugsa það sko, þeir eru í nýjuspila fitti og þeir þurfa að skora. Það er kannski það sem hann er að hugsa. Þeir vitur glafði sko, að skora. Það skiptir einhver máli hvort þú tapar þessu leik sko 35 eða 100-0 sko. Eða 1-0. Það er tap í þessu. Sigur er sigur. Það er ekki hægt að gera jafntefli í þessu. Fyrir mig bráðabana eða verið jafntefli. Það verður spilið 2 auka spil. Það verður jafnt eftir það. Þá verður bara haldið áfram að spila þangað til að annað liðið komið yfir. En núna þarf spilið bara að liggja, hjarta ástarf að liggja og þarf að hitta í laufið. Þetta er nú ekki verri en þetta kemur. Það er ekki alveg vonlaust. Við sem að sjáum öll spilin, við sjáum að það er mjög vonlítið. Já, við sjáum það fyrir niður. En ekki algjörlega vonlaust samningur. Svo við sjáum, þá hefur Vestur tekið 10 slagi á hinu borðinu. Nú er að hitta í laufi til að sleppa 1 niður. Já. Ef maður setur gósan eða 10 þá er þetta spilið 2 niður. Já. Þá var Norðursuður 5 slagi. Öllum líkindum. Já, Fríman þarf aðeins að vanda sig sko. Hann má ekki taka tígulkóng og spila svo meira laufi. Einmitt. Það má ekki hreyfa hjarta. Það má ekki hreyfa hjarta. Þannig að það er svona, já, það setur góðsann, það er kannski ekki óeðlilegt. Það spila upp á hjarta á sér réttan. Kemur tígulkongur. Svo verður eins og þú segir að skipta í laugafjarka núna til að ná þessu 2 niður. Það má ekki hreyfa hjarta og það má ekki spila tígli í tvöfaldeiðu. Já, spila tígli. Hvað gerist þegar hann spila tígli? Það er kannski allt í lagi. Dugar ekki heldur sko til að... Þetta er Fríman er með þetta að reyna að veita makkir á lauf á sinn eftir grandið. Já, skiptir henni hjartadrottningu. Já, nú er þetta bara, leikur þetta 2 down og Akureyri taka þar með á 310 í þessu spili, það er ekki 7 impar. Já, þannig að þeir eru konum með hátt í yfir 30 impa, þeir taka 9. 9 impa, þeir eru með mjög góða fórustu. Já, þeir eru komið 34 impa fórustu eftir 6 spil, 8 spil eftir, þannig að það nú það mikið að fara að gerast. Já, 39-5 fyrir Akureyringana. Já. Hér er svolítið skemmtileg skipting í þessu spili. Já.
Suður byrjar og hann með mikla lengju þarna í hjarta. Já, 8 spil í hjarta. Ég reikna með hann opni bara á 4 hjörtum. Já, það svona það sem flesti myndu gera þessi spil, opna á 4 hjörtum. Sýna þennan langan lit en ekki kannski neitt rosalega mikið af punktum. Og svo pass, og pass. Þá eiginlega eins og maður segir automatist doppl hjá Gulla síðan. Já, það á að vera það. Eða melda spaðar. Það annarkvort. Það mun aldrei segja pass þarna í 4. hendi. Þannig að það annarkvort 4 spaðar eða doppl hjá honum. Ef hann segir doppl, þá koma pass eða 5 lauf. Já, hann dopplar. Hann að vona að Helgi geti bara setið í þessu. Já, Helgi gerir það, þannig að þeir fá hvað? Þeir fá 2 spaða, 1 á hjarta, 1 á tígul og 1 á lauf. 2, 3, 4, 5. Já, einmitt. Ekki? Já. 1, 2, 3, 4, 5. Það 2 niður öllu líkindum. Já, 500 til austur-vestur. Það bara fín tala. Já. Það nánast sama game. Gameið hefur gefið 620. Já. Nú reiknaði ég með að komum bara tígulsins eða eitthvað. Já. Þetta spila sér nánast sjálft. Já, það lengi möguleikar að þetta verði neitt annað en 8 slagir. Það mjög erfitt að sjá það. Úr þessu, sko. Það engin skvísað neitt í þessu. Nei, mitt. Engin uppækött eða neitt svoleiðis í hérna. Í trompinu. Í trompinu. Já. Gulli reynir að kassa þarna. Spáða ás. Svo alltaf eitt laufslagur. Svo fer laufslagurinn fyrir ekkert. Það eins og leit út fyrir það sem sagt 500 í austur-vestur. 4 hjörtu dopplu 2 niður. Erum ekki ennþá búin að sjá hvað gerist hinum megin? Nei, kannski við skiptum yfir á hittborðið. Já, þeir voru að klára þetta spil. Já, þeir spiluðu 5 lauf, sléttstæðið, græddu 3 impa. Það voru 3 impar til viðbótar til Akureyringa. Já. Þannig að þeir halda áfram að skora. Það bara þvílík súla þarna hjá þeim, bara skora nánast í hverju spili í fyrstu 7. Já. Nú spurning hvað gerist. Sverrir opni ekki bara á Grandi. Já, veistu hvað með sterk Grand? Ég minni þessi með 15-17 en... Hann velur tígulinn, hann á 14 púnta. Hann á 14 púnta, hann ákveður upp með dekki 15 tígulinn. Nú 1 hjarta hjá Stefáni frænda. Já. Þeir eru náskildir Sverrir og Stefán. Einmitt. Við sjáum að það ekkert game sem að vinst hér. Það ekkert sem vinst nema... Nei, það ekkert sem vinst. Þetta liggur illa en þið fari gameið. Já, það bara eðlilegt að fara í þetta game. Tígulkóngin inn í tígulinn og 6 góða 6 liti hjarta. Það mjög eðlilegt að vera í gameið. En... Svo bara liggur þetta í hel. Já, við sem sjáum öll spilin sjáum það að þetta Á svo drottning fyrir aftan kónggosa. Drottning gosi í hjarta fyrir aftan á svo kóng þar. Einmitt. En ég reikna með þetta bara falli, þetta spil. Þetta mjög eðlilegu samningur. Já. Þannig að Pétur spila brot spaða. Já, þá greiðar hann kannski 1 slag. Hann að henda með tígli. Nú á hann að geta grætt 1 slag með að taka 3 spaða og henda tígul kóng. Já. Þá sleppur hann 1 niður, gefur 2 lauf og 2 hjarta. Einmitt, þá verða 9 slagir. Já, þetta... Í staðan fyrir 8. Já. Þetta svo sem mjög eðlilegt útspil, þannig að það ekkit... Já, Pétur hefur svo sem ekkit fyrir sér í útspilinu nema að makkar hans kom ekki inn á einum spaða með kannski eitthvað smá að spilum. Einmitt. En það ekkit óeðlilegt að makkar hans eigi 4 liti spaða í þessu spili, sko. Og Lauf líka ómeldaði litur, en hann hefur ekkit gagnað því að fá trompun í þessu spili því hann með 2 trompslægi, þannig að... Já, það lítur út fyrir það, sko. Hann þarf að ná að trompa 3 svar, sko. Já. Til að græða því. Einmitt.
Þarna fór tígulslagur varnarinnar. Og Lauf á 10. Einmitt. Það verða 2 laufslægir hér og svo 2 slægir á tromp úti. Já. Eitthvað hægt að gera meira? Nú styttist hann í trompinu. Hann spildi það svolítið óvarlega. Já. Já. Nú getur hann afblokkerað. Og hendur hann bara Laufi. Nei, hann hefði getað áhugavert að playa að henda Lauf að gósanum. Þannig að þetta kemur ekki að sög. Tígulgosinu verður slagur. Já, fyrst hann spilaði tígul drottningunni þá kom það ekki að sög. Hann hefði þurft að gíska ef hann hefði sett lágan tígul. Já, 4 hjörtu 1 niður. Mjög eðlilegt game en af því að það lágu öll spilin vitlaust hér þá var þetta aldrei möguleik að vinna þetta. Og það Þeir eru farnir í það sama. Alveg sama hinum megin. Frímann og Reynir með minnir að þeir opni á 14-16 grandi. Já. 2 tíglar er vantarlega, ég er ekki viss hvað það er, hvort það sé 1 litur eða tígull og spaði eitthvað svoleiðis. Þetta sé ekki 1 litur, finnst það 2 hjörtu leitandi og 2 spaðar. Og hoppar hann bara í 4 hjörtu. Gulli kemur hérna frískur inn á 10-9-50 spaða. Sjáum að þetta spil spilast eins. Það er alveg eins. Þannig að það verður allir líkindum 9 slægir hérna líka. Tígull og trompa og Lauf á 10. Spila hann Lauf á drottningun alveg svo áðan svo kemur spaði. Það verður trompað. Spurning hvaðan ef hann dúkkar núna, Helgi dúkkar, nei hann tekur líka gósan. Yfir trompar. Það ef hann hefði sleppt í að trompa hefði getað fengið 1 auka slag síðan á tígul í lokin. En það er nú oft í svona spilum sko, þegar menn sjá þetta er niður þá hætta menn að hugsa. Einmitt. Hann spilaði lágu þarna Helgi. Já. Mjög klókt þannig að Já, hann tryggir slag þarna. tekið slag. Við sjáum þarna að það gerist það sama. Það hefði verið hægt að afblokkera. Það er mjög óvenjulegt en hann átti örganslag á Lauf kóng. Já. En í þessu spili hefði þurft að henda Lauf að kóngnum Undir, já. til að geta fengið á 8 og 7 heima. Já. Þannig að það gleymdist að afblokkera á báðum borðum. En það munaði meðsla af því að Helgi var mjög klókur þarna að spila lágu frá drottningunni í tígli. Hann vann 1 slag þar. Já. Hérna stendur keim í norður-suður. Eða hvað? Jú, 5, 6, 7, 8, 9. Jú, það er 9 slagir beint. Einmitt. Það eru 9 toppslægir. Já. En það er að komast í það. Það er nú, Já. ætti nú að vera einfalt líka. Það er einfalt eftir opnununa. Það er mikill punktastyrkur hérna, sko 19 á móti 8 punktum, þannig að þetta á alltaf að finnast. Já, við sjáum að Frímann uppmetur þessa 19 upp í 20-22. Já. Mikið ásum og kóngum og engin gosi, góðu 5 litur í tígli. Þetta er alveg ígildi 20-22 punkta. Þótt að ráir háspilapunktar segir bara 19. Einmitt. Nú er spurning hvað Reynir gerir, hvort hann leiti að spaðafittinu eða segir 3 grönd. Já. Ég hugsa hann leitinu á spaðafittinu. Er þið með venlan steiman hérna, er þið með puppet steiman eða hvað er? Nei, þetta er örugglega, hérna meldur hann 3 spaða, þetta er örugglega bara yfirfærsla í grönd hjá þeim. Já. Þannig að Hann er það ekkert að leita. Nei, hann er að núna Ákveð kemur bara það. pass. Já.
Hann hefur ákveðið bara að grafa hennar spaða lit. Og nú sjáum við að hérna hvíti fyrirningurinn sem birtist undir myndina hans, eða undir spilunum hans Reynis, þetta blindur. Þetta eru spilin sem allir sjá við borðið. Við erum svolítið að reyna, þegar við erum að reyna að setja okkur í spor spilarana, þá erum við alltaf að hugsa um það, veist, hvað þeir sjá. Eins og Gunnlaugur, hann sér sína hönd og hérna sem hvíti fyrirningurinn Og Gulli hittir á besta útspilið, Já, þannig að þá aldrei hægt að fá neitt meira en 9 slagi. það var 9 slagir í þessu. Einhverju öðru útspili hefðu slagirnir orðið fleiri en þetta mjög eðlilegt útspil en hann tryggir vörninni 4 slagi með þessu útspili. Já. En því miður fyrir þá eru alltaf 9 slagir, það alltaf 5 á tígul og svo áskongur í laufi, spaðás og hjartás, það alltaf 9 slagir. Alltaf 9 slagir. Alveg sama hvað útspil kemur. Núna Frímann bara að tékka á tíglinu hvernig hann liggur. Bara verja sig fyrir að tígullin sé 4-1 fyrir fram að sig. Bara sjá hvernig það Tekur hann tígul á ásinn Tekur eða hann tígul á kónginn? ásinn og þá kemur legan í ljós. Nú hugsa ég að hann bara að fara að leggja upp. Það verður ekkert upp á þess að reyna við yfirslægin hérna með því að svína spaða því að þá getur spilið bara að fara niður. Já, það náttúrulega bara, Þannig að það gerir maður ekki. það svona gerir keppni. maður ekki í svona keppni, sko. Kannski ef þú ert að spila einhvern tvímenning og þarft að skora eitthvað svakalega, sko. Þá getur þú kannski freistast til þess að riskera spilinu, en þetta svona. Það kannski spurning, sko, hvað gerist ef hann tekur 5 sinnum tígul og 2 tígul viðbót? Hverju hendir hérna Gulli? Hendi spaðanum. Til spaða og hann má henda laufi, það makkar á 10 og hann má henda spaða. En hann veit kannski ekki að það megi henda laufi, hann veit ekki hvað 10 er. Nei. Ja, Hann heldur sem fastast í laufin. þannig að nú orðið svolítið líklegt að spaða kóngurinn sé réttur en Gulli væri alveg víst til að fara niður og spaða kónginn blankan, sko. Henda frá gósanum, sko. Þannig að allir reynir spil ekki bara spaða á ásinn og taki 9. slaginn. Jó, það er ekkert annað að gera. Já, tekur enga sénsa að sjálfsögð ekki. Þá er þetta 9 slagir í 3 gröndum. Nú og Gulli restina, Já. Það er sama, sko. sama hinum með. Á hinu borðinu. En núna þarf sölufélag að fara að skora. Skulda 35 impa. 5 spilum. Það er 5 spil eftir. 4 spil eftir. 10, 11, 12. 5 spil eftir, já. Það þarf eitthvað að gerast. Það þarf eitthvað að fara að gerast fljótlega. Já, þeir þurfa að taka 2-3 impa meðaltal í spili. Já. Það er allavega ekkert game hægt að vinna í þessu spili. Það er ekki game í þessu spili. Kannski hægt að vinna bút í báðar áttir. Það er hjartabútur Í austur-vestur. vestur. Gefur 1 á spaða. Gefur 2 tígul. Og getur gefið 1 á lauf með hitt í það.
Einmitt. Svo þarf þetta að hitta í hjartað, þannig að 1, 2, 3. Hún vinnur nú örugglega alltaf 2 hjört í þessu spili. Já, 1, 2, 3, 4. Já, þeir spila 2 hjörtu. Já. Komumst aldrei inn í sagnir austur-vestur. Nei, norður-suður segir. Já, Þannig að nú búið að upplýsa hvernig lauflítur liggur. já. Maður veit að þegar maður spilar út lágu í svona litasamningi þá á maður nánast aldrei ásinn. Nei, og núna kemur sem sagt. Kemur hann nú í ljós líka núna? Já, mjög líklega. Líklegt að Reynir drepi bara á sinn. Það kemur þó til greina dúkka en Já. það hefur kannski ekki mikið upp á sig. Þannig að nú komið sýningarstaða fyrir laufgosann. Sem að verður þá vantalega 8. slagurinn Í 9. slagurinn gefur ekki bara 1 á spaða. 1 á spaða, 1 á hjarta, 2 á tígul, 1 á lauf, það ekki? Hvað svo leiðis? Það ekki 8. En það vinst allavega þetta Já. spil. Alveg sama, hérna langa eðlilegast að fara í hjarta, leggja nú hjarta á sinn og svína svo gosanum. Já. Það það sem eðlilegast að gera. Þeir sem að sjá öll spilin sem að spilarnir gerðu þetta ekki, þá þetta að fara að stað með hjarta gosan. Þannig að þá þetta Pinna hjarta 9. já, þá tapast engislegar hjarta en það ekkit sem að segir honum að fara svona. En svo þurfum við nú að losna við eitthvað af þessum tíglum og eitthvað af þessum spöðum, þannig að við þurfum að crossraffa eitthvað, sko. Já. Ég hugsa, ég myndi bara spila í þessu spili. Þetta myndi ég bara spila tígli og sjá hvað myndi gerast. Það er ekki best bara að spila tíglinum og spaðanum og taka svo áskongi hjart Jú. og trompa tvisvar. Jú, Gott lit. það er planið sem ég myndi fara í þessu spili, sko. Já. Gefa bara, vona hjarta sér 3-2, gefa bara 1 trompslag. Og þá er best að taka síðasta laufi strax áður en að einhver hendir einhverju. Áður en á að henda einhverju, sko. Það hljómar eins og að laufið sér 3, 3, 3, 4, sko. Frímann heldur áfram með laufið og vona makkar hans að vera stuttur. Reknaði með að Helgi spila bara spaða að kóngnum. Og á þann slag og svo bara spila hann eitthvað spaða tígli. Spila þessum litum tvisvar og þá er þetta að taka áskongi hjart og víst trompa. Þá eru komin 8 slagir. Þannig að þetta eru góð úrslit fyrir sölufélagið. Já, þeir eru í rétta samningnum. Þeir eru í rétta samningnum og það er vonandi að þeir ná í samningnum líka í norður-suður. Já, einmitt. Þeir ætla allavega ekki að tapa þessu spili. Nei, það þarf eitthvað mikið að gerast til þess, held ég. Kemur bara hjarta ás og hjarta kongur og hjarta ás og Trompa tígul. trompa tígul og trompa hjarta eða trompa spaða, það var bara komið, gefið við slægin. Við komum í staðan sem við vorum að tala um. Það er nú búið að reynsa upp tígulinn og spaðan, þannig að það er hægt að víkst trompa. Svo einhvern tíman í fyllingu tímans þegar Frímann kærir sig já, hann fær núna síðasta slægin á hjarta. Hann vill fá síðasta hana, hann fær síðasta segi. Já. Gæti sko, ef þið spila 2 hjörtu og kemur ekki út lauf, þá gætur mishitt í laufið. Ef hann spila laufið að kóngnum og söður dúkkar,
Þá þarf hún að spila aftur að drottningu og Einmitt. Ef þið þurfa að spila laufinu sjálfir. ef þið þurfa að spila laufinu sjálfur. Þetta er svona klassísk staða sko, þar sem maður dúkkar með laufið og ef ásinn fyrir aftur að kóng drottningu ef sagnaði spilinu sjálfur. Einmitt. En það er sama hinum megin, þannig að þetta spil fellur. Spilið fellur, já, það hefur verið spilið 2 lauf hinum megin, þannig að ekki skoraði. Það eru 4 möguleikar til viðbótar Já. fyrir SFG að taka einn stig, 35 impa. Já, nú þurfa þær að fara, nú þarf eitthvað að fara að gerast. Það þarf eiginlega að skora í hver einasta spili Já. nokkuð vel til Já. að jafna þennan leik. Og þarf eiginlega að fá gameswing inn bara náðast í hverju spili til að vinna hennan leik. Það er helviti mikið að gerast, afsakið orðbragðið. Það byrjaði náttúrulega skelfilega fyrir það að henda út 21 impa í fyrstu 2 spilunum. Já, og í spili 2 eins og munum, það var Já, og röngu geimi. Já, í spili 2 þá hefði getað tekið inn 800, þannig að það hefði getað verið sko kannski 12 inn í staðan fyrir 11 út, þannig að já. þá væri leikurinn í játnum. Ef Gulli hefði setið í doblinu 3 hjörtum, þá hefur bara tekið 800 kall þar, hugsanlega 1100. Þá líður þeim nú kannski svolítið betur eftir fyrstu 2 spilin, sko. Einmitt. Það er nú oft þannig þegar þú byrjar að henda út 20 impur í fyrstu 2 spilunum og þú ert að gera þig grein fyrir því, þá líður þér ekkert vel. Það er svona, næstu spil og eftir geta kannski borið þess keim. Einmitt. Eins og hérna þegar Helgi keyrir í 4 spaða í spili 6. Ég hugsa Helgi að bara vera að gera það út frá stöðu leiksins. Já, ég held það líka. Þeir að vita að þeir væru undir í leiknum. Já, svona haft það á tilfinningunni og game á hættu, það eru fullt af impum í boði þar ef þú stendur það og andstaðan nærði ekki, en það gekk ekki í þessu spili. Stoppuðu Ævar og Pétur bara í 2 spöðum og fengi að spila það. En auðvitað vita spilararnir sjálfur ekki sem er að spila hver Nei, staðan er. Þeir sjá ekki stöðuna, það er bara við hérna. Það er bara við Þeir eru hérna stendur slemma. Já, Hérna máttu ekki fara í allslemmu. já, en stendur slemman, já, það er, dýgullin liggur svo illa, sko. Já, tígullin liggur illa. Þannig að það En þetta er magnast. 11 slagir, eða hvað? Sko, 6, 9, 10, 11 slagir. Þetta er mjög eðlilegt að vera í slemmu. sko, 6, 10. þú getur náttúrulega að pikka laufið upp. Tígullin upp, segja ég. En hægt að gera eitthvað. Já. Já, Nú hugsa ég að komi nú bara 6 grönd frá Reyni. Nei, Frímanni segja. Hvað, 12, 14, hann á 20 púnta og makkur opnar 15, 17 grandi. já, ætlar hann kannski að leita. En ég er að velta því fyrir mig hvort það sé eitthvað hægt að já. reynsa eitthvað upp. Það er bara svo Það er bara ekki nóg. ekki þessu, sko. Það liggur illa. Það er ekki nóg að taka 3 spað og 3 hjarta. Taka svo 4 sinni tígul og henda austri inn. Hann spila bara laufi. Býður svo eftir laufslagnum. Einmitt. Þetta, já, 2 tíglar. Þetta er örugglega, 2 grönd, sagði hann. já, ég meina 2 grönd. Sko, Hvað þetta þýðir gæti verið puppet-stefan hérna. það? Ég held þetta sé það. Einmitt. Þannig að þá er hann að spurja Hann hvort er að hann er 5 lit í hálit Já. eða 4 lit. Já, mér minnir að þeir spili puppet-stefan. Já. 3 grönd, já, svona miðaði svari, þá virðist þetta vera puppet-stefan. Og þá neytar hann 4 lit eða 5 lit. Já, hann Í neytar hálfleik. 4. Komið ekki bara 6 grönd hérna? Jú, líklegast. Hugsa, það er svona praktísk melding, kannski að gefa bara 7 upp á bátinn. Já. Ekki þarf að eiga 17, sko. Hann þarf að eiga algjört hámark. Og þá getur samt vantað kóng. Getur samt vantað eitthvað, sko. Og þetta er allt svo jafnskipt, sko. Það er erfitt að sjá slægina, sko. Já, sko, þú átt nú alveg hvað,
átti ekki 6 lúsir á hönd í norður. Ekki 2 lúsir á Hjarta, 2 á Laug og 2 á Tígul. Og til við lúsirana. Já. Þannig að þetta veist, þá þetta sem margir punktar, þá þetta margir lúsirar. Margir lúsirar og 15-17 punktar þarf að kofvera það. Ég held að eðlega sé að melda 6 grönd. Já, það bara svona praktikal menn. En hann auðvitað að velta fyrir sig, hvort hann að þrefa fyrir sig að ná 7. Já, sjálfsögðu. Nú veit hann að þeir eru að makkir á sko allan að 7 spil í hérna í láglitunum, 5 spaðar, þetta þýðir 8-5 lit makkar, hann að spyrja 8-5 lit. Í láglit, það vantarlega, hann búinn að neita. Já, hann búinn að neita í hálit, nú hann að leita aðtökast makkar eigi 5 lauf eða 5 tíkla. Mitt. Sem Reynir á ekki, þannig að ég reikna með að komi núna 5 grönd hjá Reyni. Neiti sem sagt 5 lit, þá komið 6 tíklar hjá Frímanni sem verið passað út. Já. Og nú má Gulli náttúrulega alls ekki dobla. Nei, það er komið. Þá er búið að leysa það spil, sko. Þá spilar hann bara Tígul, Kong og Tígli á 8-una. En ég sé aldrei fyrir mér að hann sé að dobla 6 tíklar, sko, hann er það reyndur spilari. Já, sko, maður hefur séð ótrúlegustu spilar fallið þessa grefju. Já. Í græðginni, sko. Halda á einum down og gera sig ekki grein fyrir andstæðan getur kannski flúið. Og þú ert svo lítið að græða. Eins og í þessu spili, hvort þú fáið 50 eða 100, þetta munar engu. En þú ert að segja andstöðinni, heyrðu, þetta spil fyrir niður. Þeir gætu kannski tekið upp á að flýja einhvern samning sem stendur. Hérna sjáum við að Suður hefur spilað 6 tíkla á hinu borðinu, 1 niður. Það mjög aðlega samningu. Það verður annarkvort 6 tíklar eða 6 grönd vantarlega, loka samningunni hér, ef það verður ekki 7 grönd eða 7 tíklar. En spurning hvað gerir Frímann að velta þessu eitthvað fyrir sig. Það er 6 grönd og þá má ekki koma út Tígull. Tígull gefur slemmuna. Tígull gefur slemmuna. Hérna reiknaði ég nú með að Gulli spili bara út spaða. Já, ég hugsaði líka. Það er svona, sko, hérna á hann að gera sig grein fyrir að hann á alla punktana í spilinu. Makkir á kannski drottningu. Og við erum ekkert að hreyfa neitt spilið og við spilum bara spaða á. Hlutlaust. Algjörlega, hlutlaust eins og við getum. Já. Við sjáum fram á það að við gætum 2 slag í vörninni. 1 á Laug og 1 á Tígul. Og við viljum alls ekki vera að hreyfa neitt. Og eins og ég segja, þessu spili líka Hjart og Lauf út, það er sama niðurstöða. Hann getur valið einhvern af þessum 3 litum. Já. Og þá á spilið að fara bara 1 niður, því að það er einmitt, alveg svo sagðir. Já. Hann spila á spaða 9. Já, ég var að horfa eins og Gulli ætti að spila út. Ef Gulli hefði átt að spila út, þá hef ég spilað út spaða. En Helgi, hann gat nú valið hvað sem er eiginlega út. Já, einmitt. Hann gat eiginlega aldrei verið að gefa slag, held ég. Já, Tígull er lang síðast útspili sem hann myndi velja, þannig að hann ekki velti fyrir sér einu sinni, held ég. En bara spaði eða... Já, hlutlaust í slemmunni. Já, þetta er rosalega sterk slemma, sko. Hún er mjög góð. Sko, þótt að Tígull sé 4-1, þá áttu ennþá eitthvað að pikka upp laufið upp á engalúsir, sko. Það er mögulegt, það er það. Já, ef kongurinn er í vestur og 10 önnur í austur, þá er hægt að... Já, það er ekkert svo stór möguleiki, en það er möguleiki. Það er ennþá möguleiki eftir hérna... Eftir að þetta kemur í ljós, en það kom í ljós núna. Já, eftir þess að slemm. Nú er að koma í ljós að Tígullin gefur 1 slag á Tígull. Þá megum við bara ekki gefa slag á Lauf. Og þá er eins og þú segir, ef að 10 væri önnur hjá Gulla, þá er þetta ná henni með því að spila drottningunni og svo gósanum. Þannig að hann spilar örugglega upp á það, en það breytir engu hér. Það verður 1 niður samt í þessu spili, en ég hugsa hann reynir það. Já, það er ekkert annað að gera. Það er ekkert annað play eins og maður segir í þessu. Það er engin skvís eða neitt. Þetta er
þetta svo jafnskipt, sko, það eru 3 hjörtu á móti 3 hjörtum og 3 spaðar á móti 3 spöðum. Já, eini sénsinn öðru leyti að löfa kóngurinn sé blankur og leggja hann löfa ásinn, en það er ennþá minni möguleika. Það minni möguleiki, já. Þannig að það bara löf drottning, nú hann tók tígulinn allar að, endaspila, En það bara ekki en endaspilun. Nei. Það er ekki allavega endaspilun til að vinna spilið. Það hefur verið að taka alla spaðan og öll hjörtun og spila svo tígli og þá er Gulli endaspilaður, en það dögur ekki til. Nei, hann getur bara að spila laufi. Getur bara að spila laufi, svo býður alltaf kóngurinn. Svo bara býður kóngurinn. Já, þannig að það er endaspilin, það dögur ekki til sigurs. Þannig að þetta fellur, enn í spilið. Já, þetta kom ekki óvart. Það var mjög eðlilegt að vera slemma á þessi spil. Þegar makker opnar. Og hver spil sem að fellur, það er hagur Akureyringa. Já. Já, nú eru 3 spil eftir. Nú er þetta nánast orðið búið, sko. Já. Hérna stendur nú ekkert game. Eða hvað? Já. Nei. Þeir eru undan. Kóngurinn er rangur. Opna á grandi og svo ég hugsa að það veri bara passað út. Já. 7 punktar á móti grandi. Hann fer í hálita spurningu, Steinmann. Já. Vill vita hvort að makkar er í fjólit í hálit. Þá kannski batnar hans hendi líka ef að makkar myndi eiga það. Já. Þá ætlar hann kannski að gefa áskorun. Það kannski að gefa áskorun. Mér finnst þetta svolítið streð með tígul ásinn blankan, sko. Já. Þá koma vantilega 2 tíglar núna sem hann neitar hálit og þá hlýtur neila að segja 2 grönd gefa áskorun. Eða 2 hjörtu bara... Já, velja hálit. Já, hætta. Já. Veldu bara hálit, þannig að... Það er kannski líklegra, sko. Ég hugsa að það verði niðurstaðan. Það komið 2 tíglar hér. Já. Já, Helga. Pass og svo 2 hjörtu. Pass og 2 hjörtu og Gulla. Þetta er það sem við kalla á ensku scrambling. Steinmann, hann var að skrambla út úr 2 tíglum. Ég vil spila annarkotn hálitin. Nú ef þið vita að þið þurfa að fá inn hellinga vimpum og þá munu reyna við gemi hér með 2 gröndum en Já, það er... Eðlasta sögnin er eins og þú segir, 2 hjörtu. Já, það er svona brittsögnin En ef þá grunar þeir séu 30 myndur eða 20 þá kannski... Þá er... Mögulegt, en það er samt svolítið, það er rosaleg tekník. Það makkar eiga algjört maks og hann á ekki fitt. Hann gera samt. Kemur 2 grönd. Hann veit að þeir eru Gulli veit að þeir eru undirvantalega, hann finnur það á sér og hann gefur áskorun á 7 punta og því er tekið. Nú er spurningin. Já, Helgi á nú 16 punta, sko. Hann tekur alltaf áskorun. Já, mikið af 9 og 8, sko. Hann á svolítið góð spil, hann er eðlilegt að hann taki áskorun. Þannig að núna eru við komin í 23 punta 3 grönd með ekkert fitt. Og eiga 8 slagi, en það er erfitt að sjá allavega núna þegar við horfum á þetta hér, hvað 9. slagurinn ætti að koma. Það er erfitt að sjá hann. Það virðist, þetta er bara eðlilegu spaða útspil. Já, fínt útspil hjá Frímanni. Spaði, þannig að það er búið að tryggja spaðaslag. Svo er 2 hjartaslagi. Já. Og geta það búið til tígulslag hérna eitthvað tíma með tíð og tíma. Einmitt. Þetta er svona. Reynir aðeins að fara yfir þetta. Já, og Helgi getur náð að búið til 8 slagi. Þeir eru nokkuð ekki 2 á spaða, 2 á hjarta og 1 á tígul og 3 á lauf. Já. En þeir verða alltaf á undan, sko. Þeir verða alltaf á undan. Eiga verða alltaf á undan, alltaf. Núna kemur vantarlega, 6 er vantarlega einhvers konar svona oddból í spaða, Smith Echo. Smith Echo? Já, hefur áhuga á að fá litin áfram. Já, heldur þið spilið það, Smith Echo? Já, mér minnir þau gerir það. Já,
Það er mjög áhugaverð fyrir þá sem að fylgjast með það gildir í grandi og þeirra sem sagt alveg saman hvort að sá sem að spilar út eða hinn í næsta lið sem spila á eftir útspilslitnum, maður setur hátt spil þá þýðir það mér líkar mjög vel liturinn sem spilum út og ég vil fá hann aftur og það álega við hér þannig hann vil fá spaða og Nú verður Reynir að svissi tígul. Já. Það ekki. Þetta nú Hann má ekki spila laufi, þá býr hann til laufi. Nei, hann má ekki spila spaða, segja, þá býr hann til spaðaslega og spaða 9. Ef maður ekki hreyfa spaðan, þá allt í 9. slagurinn kominn. Já, og þeir verða að opna þarna tígulinn. Já. En Reynir á að sjá þetta, hann sé spaða á sem blankan og Makki verður bara að eiga laufkóng og tígulkóng til að spila sér niður. Já, ekki líka nóg bara að spila hlutlaust, taka hjarta á og spila hjarta aftur. Jú, það er eða hvað, jú. Sýnist það. Já, Frímann getur alltaf spilað út á laufi og endanum síðan. Getur alltaf spilað út á laufi, sko, hann verður aldrei. Eða tígli. Hann sé náttúrulega líka tígul á sem blankan, sko. Já. En hann getur alltaf spilað út á tígli. Mitt. Þannig að þetta... En hann má bara ekki spila spaða þristi núna. Þá gefur hann spilið. Og bara alls ekki spilið. Já, flott í honum. Þetta virkaði svona vandað. Nokkuð fyrir menn sem eru búin að vera það lengi í þessum bransa, sko. Það virkar þetta nokkuð svona einfalt. Já. En þó þetta bara 8 slagir. Já, nú tekur Helgi bara 2 hjartaslægi. Og svo bara reynir hann að fá reyndan laufið eðlilega að gera það undan eiga samgangin í hjarta. Já. Nú það sama Já, nú heldur Frímann á 3 slögum ef hann kýsa að drepa. Nú getur hann tekið 1 á laufi, 1 á tígur og 1 á spaða. Það var að koma 1 niður strax. Það var að koma niður. Já. Og þá fáður 140, það ekki 4 imbar. Já. Hugsan. Já, hann tekur það bara núna fyrst að þetta er komin þessi staða. Já. Hann sér dáninn eins og maður segir. Hann tekur hann bara spaðagosa, tígulkóng og spila tígli, hún að Makki eigi drottninguna. Ósennilegt. Getur hann tekið spaðagosa núna heimitt. Já, bara að tryggja spilið niður. Já. 5 imbar til Akureyrar, það er komið 40 imbar yfir. 40. Þannig að núna er leikurinn búinn, það gerist eiginlega aldrei að þessi skora 20 imbar í spili. En það mesta, má geta þess að mesta sem þetta er að fá í einu spil er 24 imbar. Já. Það gerist eiginlega aldrei. Ég man ekki eftir því að hafa fengið svo marga imbar, sko. Ég man eftir einu þannig spili sem kom upp í Allsvenskan fyrir 2 árum síðan. Já, ég held ég að mest ekki 20 imbar í einu spili. Það gerist núna í úrslitum Íslandsmótsins. Spiluðu við Allslemmu dobla á einu borðinu og game á hinu. Fengu báða tölur, það voru 20 imbar. Já, hér er nú spil sem að liggur upp í 9 slagi spaða allavega. Liggur ekki bara upp í 10 slagi? 9 slagi. 9 slagi spaða. 4 rauðir slagir. Og spurning hvað Frímann gerir alltaf. Held ekki 2 spaða. Líklegt hann eigi 7 slagi. Já, einmitt eins og þú sagðir, 2 spaðar. Kemur bara passi á Gulla. Refsa Makki fyrir að balansera. Já. Já. Kemur dobl. Þetta er svolítið magna spil, sko. Sérðu hvað gerist ef vestur verður sagnað í 4 hjörtum? Já. Kemur spaðar og kongur. Trompað. Nú er hægt að vinna spilið með því að toppa tígulinn. Með að toppa tígulinn, sko. Já. En það er spurning hvort að hann hefur eitthvað fyrir sér í því, sko, að gera það. Já.
hinum með virðast ekki hafa gert það. Nei, þú hefur rauninni ekkert fyrir þér nema það að hann búinn að melda tvisvar í norður og söður búinn að segja pass. Já. En ef þú færi Spaðagosan og Laufgosan yfir í norður og Tíguldrottningun í söður, það er sama passið og sama meldingin Einmitt. Nú er spurning hvað Helgi gerir. Ég reikna með hann gefur nú doppla aftur, sko. Já, hann á 17 punkta og... Hann á svolítið mikið að spilum hérna, sko. Þó er þetta að gefa doppl og pass og ef það koma 3 lauf, þá getur hann kannski breytt í 3 tíkla. breytir hann í 3 tíkla. Það kemur 3 lauf. Já. Eða melda 3 tíkla, sína ykkur yfirsterk spil með tígul. Kemur vel til greina líka, sko. Já, hann þarf að gera eitthvað, hann getur ekki passað þetta út, sko. Gulli getur átt smá aðeins meiri spil hérna, sko. Getur ennþá verið game. Segjum að Gulli einu minni spaða og kannski Tígul í staðinn. tígul í staðinn og Laufdrottningu staðinn fyrir Tígulgosa. Hann passar. Já, hann Það er passar. svona varlega farið á hættunni. Það er kannski vita líka, þeir eru með góða fórustu leiknum, er á tilfinningu fyrir því. Andstaðan er með góða fórstu, þeir þurfa að skora. Að þeir þurfa að skora á sig, já. SFG þurft að skora. Einmitt, það voru þeir sem voru hann, já. Já. En þetta núna taka Akureyringarnir að þeir fá 9 slag í þessu spili. Reiknaði með. Já, kannski spilar Frímann þetta bara upp á sléttstaði. Það er ekkert að riska taka ykkur óþara áhættu með því að fara inn í borð og sína laufi. Já, fyrst hann er bara í 2, sko, en Hann er í ef hann væri í 3, þá myndi hann taka Spaðásinn, fara inn á Spaðagosan og svína laufi. Já. Þá eru 9 slagir, en ef að, nú er hann í 2, þannig að það má vel vera hann taki bara trompin og leggja niður Laufás. Já, og þá fellur spilið Já. í 100. Já, nú færa Já, nú er spurning á maður ekki að drepa bara Gosa, taka trompin og spila Laufás og Laufdrottningu. Já. Tryggja spilið. Tryggja spilið þegar hann er í 2, sko, annars getur komið trompur. Ég held að það væri ekki dvolega gaman að spila þessu spili niður. Nei. En í tvímenning þá myndum við alltaf hleypa sig yfir á Gosan og spila Lauf á Drottninguna. Já. Hann ætlar að svína. Hann ætlar í þann leiðangur. Þeir ætlar að taka hvern einasta slag, Akureyringarnir. Já. Það er ekki, þeir slepp ekki neinu. Þetta er ekkert voðalega hættulegt, sko. Þetta spil þarf að liggja voðalega illa til að þetta. En séðu, núna er hann að fá bara alveg alla slagina. Já, núna fær hann fær rest. Fyrst þeir tók ekki tíguslagina 2, þá fær bara Frímann alla slagina sem eftir eru. Já. Fá þeir 11 slagi, það er 200 og græða 3 impa, fara upp í 50. Og þá eru þeir búin að vinna leikin. Já. Endanlega. Já. Hann búið fyrir þetta. Plus 3 impar. Þetta mér fannst þetta svolítið rólegt hjá Helga. Já, það var það. Þarna. En hann gaf sig góðan tími í þetta. Ok. Nú er Gulli, hann opnar á Laufi. Hann gæti opnað á Tígli, en ég hann opni bara á Laufi. Hvað gerist þá? Pass, 1 hjarta. 2 tíglar. 2 tíglar inn á. Pass. Pass, doppl. Nei, hann opnar á Tígli. Hann ætlar að sína Tígul og Lauf. Ég er nú aldrei hrifinn af þessu, sko. Nei, ef aldrei spila þetta svona heldur. Nei, ég er ekki voðalega hrifinn af þessu. Ég hef opnað á einu Laufi á þessu spil. Ef Makker segir hjarta, þá hef ég bara sagt grand, og ef Makker segir spaða, þá segir ég bara 2 spaða. Mér líður alltaf voðalega illa að segja 1 tígur, og núna segir Gulli 2 Lauf til að sína 9 spil í láglautunum. Mér líður svo illa með að sína, sko,
4 tígl og 5 lauf. Þeir er að lofa 5 tíglum og 4 laufum. Já, ég alveg sammálaður. Þetta já, hann gerir nákvæmlega eins og þú sagðir. Já, og ef Helgi á núna 2-2 í tígl og laufi, þá leiðréttir hann alltaf yfir í 2 tígla. Svona lang oftast. Þá ertu að spila á 4-2 fytti staðinn fyrir 5-2 fytti. 2 grönd. 2 grönd, soldið aggressíft. Já. Og 3 grönd. Já, ég skil nú ekki hvaðan það kom. Já. En ok. Já. Ok. En hvernig, þetta liggur nú alveg ótrúlega vel. Einmitt. Gefur 2 lauf, 2 tígul og Svo, nú þarf þetta að fara að hitta í eitthvað, sko. 3, 6. Ef hann hittir í allt, þá þetta að ná allavega, ég heldur þetta að ná þá 9 slögum ef hann hittir í allt, sko. Þú fær 3 á spaða. 3 á spaða þá, 3 á lauf og 2 á hjarta og svo er þetta búið til tíguslega líka. Já, þannig að það er hægt að getur með þess að fengið 2 tígulslagi. Okay. Já, þetta er alltaf fyrsti tígulslagurinn komin. Fyrsti tígulslagurinn komin. Okay. Já, ok. En það eru þá... Settu 10, nú kemur lauf. Já. Nú getur Reyni, sko, lítið og 10 og drottning. Nú getur Reyni drepið spili bara með að spila tígli og sagna og Frímann dúkkað. Já. Svo þegar hann spila laufið þá hefði hann getað tekið tígulinn. Hann spila hjarta í staðinn. Já. Þannig að nú er Helgi ennþá á lífi. Nú skiptir svo sem engu mál hvort hann setur drottningu eða 10. Ég reikna nú með að hann setur drottningu og spila laufi. Þá fer þetta nú að verða svolítið leiðilegt fyrir Reynikallinn í suður þegar verður farið að taka alla lálítaslægina. Þá þarf hann að henda frá spað og hjarta. Já. Hann veit að hann gefur alltaf 4 slagi, svo hann gerir eins og sagðir, hann spila drottningunni því að annars ef hann gefur 1 hjartaslag þá eru strax komin 5 tapslægir. Núna má Frímann ekki taka ásakong í tígli. Það var bara spil staðið. Já. Það var bara austur orðin góður. Þannig að hérna verður hann að spila hjarta. Einmitt, hann þarf að finna það. Hann þarf að finna að spila hjarta hér til að búa til hjartaslag. Hann þarf að finna það að Reynir hafi verið að svissa frá kóng Gosa í hjarta. Ef hann spila litlum tígli, þá fer Helgi bara upp með tíguldrottningu og spila laufum. Þá gæti nú orðið svolítið erfitt fyrir. Já, hann komið með 9 slagi, sko. Já, þá gæti verið erfitt fyrir Reynir að kasta af sér, sko. Einmitt. Þá var hann komið spilið. Já, má kasta af sér. Já, þetta er svona svolítið erfið staðan, hann þarf að finna það að spila hjartanu. Já. Svo er kannski möguleiki eitthvað að stípla spaðan. Spila hjarta núna. En það er alveg öruggt, ef hann spila hjarta núna, þá er spilið niður. Og síðan er komið 3, 6, 7, 8, nei, hann getur, er það ekki, hann er komið 2 slagi, þá er það 3 og 3 á lauf og svo finnur hann spaðan, þá er hann konið 9, þannig að hann getur hann allt vunnið. Þarf að finna spaðan. Já, en ef hann jafnvel þó hann spila hjarta núna, þá getur hann
unnið spilið. En þá má hann ekki fara í tígulinn, það er rétt. Þetta er margslungi spil, þetta síðasta. Já. Ok. Já. Núna á Frímann að vita shapeið hjá Sagnafa. Já. Nú á hann að sjá hann með 3-1-4-5. Með 2-2-4-5, já. Já, nú er spilið komið í hús. Komið. Já, komið í hús. Þannig að þeir fengu gott spil þarna. Já, loksins. Já. En það var bara lítið og seint. Einmitt, þetta var síðasta spilið. Já, þannig að núna eru, já. 50-21 lokast það. Nei, 50-14. Það var komið inn þetta. Það var komið inn, já. Nú er Akureyri komið áfram, en Sölufélagi Garðyrkjumanna, þeir fara í tap hlutan, eiga inni að reyna aftur. Það má tapa einu sinni í þessu og þeir voru að tapa sínu leik hér. En Akureyri fer áfram og þeir eiga tapið inni. Þannig að bæði lið halda áfram. Bæði lið halda áfram. Við þökkum þá fyrir okkur í kvöld.